Jæja, komið sæl. Í þessari yfirferð ætlum við hreinlega að afhjúpa stóra leyndamálið á bak við það að hljóma alveg eðlilega á ensku. Það þekkja þetta margir þessi barátta við að ná þessu rétta afslappaða flæði sem innfæðir hafa. En vitiði hvað? Lausnin liggur rosalega oft í einu ákveðnu og dálítið lúmsku fyrirbæri sem kallast sagnorðasambönd eða phrasal verbs. Í dag ætlum við að kafa ofan í rökfræðina bak við þessi sambönd. Það í raun alveg heillandi að sjá hvernig hægt að taka sáraeinfalda sagnir sem allir þekkja, og smetla þeim saman við lítið stefnuorð til að búa til eitthvað gjörsamlega nýtt. Þetta snýst ekkert að læra eitthvað ofurflókin fræðuorðaforða, heldur miklu frekar að nota grunnkubba tungumálins á snjallan hátt. Ok, dagskráin okkar í dag stutt og hnitmiðuð. Við byrjum á þessu margrómaða leyndamáli innfæða, svo kíkjum við á svo kallaða look-fjölskyldu, því næst tökum við fyrir algjöra trumpin sem sögnin get. Rýnum svo í break, call og carry og endum svo þetta allt saman á einni mikilvægi gulllegri reglu. Byrjum á fyrsta hlutanum, leyndarmál innfæðra og rökfræðin þar á bakvið. Til að byrja með sniðugt að pæla í því af hverju innfæðir enskumælendur forðast eiginlega löng og fín orð í daglegu tali. Sko, þegar hlusta þeirra á innfæða talar hart og eðlilega, þá eru þeir yfirleitt ekki að grípa í flókin orð úr einhverjum orðabókum. Nei, þeir elska að nota þessar stuttu samsetningar. Af hverju? Jú, það gerir málið svo miklu sveigjanlegara, hraðara og eitthvað nátt miklu meira lífandi. Sjáum til dæmis stórhöttuna við að þýða beint, svona orð fyrir orð. Kíkjum á sögnina give. Við vitum öll að hún þýðir að rétta eða afhenda eitthvað, ekki satt. Svo það litla orðið up sem vísar vitaskuld beint upp til himins. Ef við reynum að leggja þetta saman alveg eins og stærðfræðiöfnu, myndum við halda að ekkur væri bókstaflega að rétta eitthvað upp í loftið. En raunin allt önnur. Give up þýðir einfaldlega að gefast upp eða hætta við. Þetta hefur nákvæmlega ekkert með það að gera að rétta eitthvað upp í loft. Þetta sýnir svo fullkomlega af hverju venjulega þýðingar duga bara engan veginn hérna. Svo, kjarnin í þessu að átta sig á því nákvæmlega hvað við erum að eiga við hérna. Sagnorðasamband sem sett ekkert annað en ofureinföld sögn sem hefur verið pöruð við litla stefnuvísandi forsögn. Hugsum okkur orð eins og up, down, in eða out. En sjáu til, galdurinn gerist nákvæmlega þegar þessi tvo orð mætast. Þau bráðna saman í eina heild sem fær algjörlega nýja merkingu, sem oft algjörlega óháð því hvað orðin þýðu upphaflega. Og þetta þýðir að við verðum hreinlega að nálgast þessa frasa eins og við séum að læra glæni orð. Það gengur ekki að stóla bara á gömlu bókstaflegu þýðingarnar. Kíkjum þá á kafla 2 og rannsökum aðeins þessa svokalluðu look-fjölskyldu. Þegar tekin fyrir sögnina horfa eða look, þá sjá strax alveg ótrúlega ólíkir persónuleikar innan sömu fjölskyldunar. Það satt að segja hálflíjulega að sjá hvernig það eitt að skipta eitt lítið smáorð getur snúið merkingunni algjörlega á haus. Tökum dæmi, að look for þýðir að verið sig að leita að einhverju, eins og til dæmis að lyklarnir eru týndir. En svo, leiðu sagt look after, þá umræðuefnið orðið allt annað. Þá að passa upp á eitthvað eins og að gæta litlu systur. Svo það look forward to, sem allir þekkja þegar beðir eftir einhverju með mikilli tilhlökkun, og að lokum höfum við look down on, sem þýðir bókstaflega að líta niður á einhvern í þeirri merkingu að telja hann minna virði. Þarna erum við sem sagt með 4 algjörlega ólíkar merkingar, alla sprottnar af nákvæmlega sömu grunnsögninni. Magnað, ekki satt? Þá eða kafli 3. Nú ætlum við að skoða eitt stærsta trompið í allri enskunni, sögnina get. Þessi ákveðna sögn reyndar frekar alræmt meðal þeirra sem eru að læra tungumáðið, enda hún hiklaust stærsti og áhrifamesti leikmaðurinn á vellinum. Það sem gerir get að svona mögnuðu ofurvopni hvernig hún lagar sig að aðstæðum alveg eins og kameljón. Hún breytist í eitthvað algjörlega nýtt og oft á tíðum ófyrirsjáanlegt með hverri einustu nýju forsögn. Sko, þetta orð sem notað sem algjört uppfyllingarorð út allt. Auðvitað getur þetta verið pínu pirrandi fyrir nemendur að þurfa að muna allt þetta, en það einmitt þessi ótrúlegi sveigjanleiki sem gerir enska tungumálið svona ríkt og lifandi. Skoðum aðeins hvernig get virkar í alls konar hversdagslegum aðstæðum. Ef talað um faratæki og ferðalög, þá gjarnan talað að get on eða get off. Þetta ásemst við þegar farið inn í eða út úr faratækjum eins og rútu, lest eða flugvél. En hvað svo ef við færum okkur úr þessum eitri raunveruleika yfir í innri, andlega heilsu? Þá sjáum við orðasambandið get over. Það þýðir mjög einfallega að jafna sig. Og vitiðið, það að jafna sig á eða get over allskyns hlutum, hvort sem að liðinleg flensa, erfið sorg eða bara samskipti við fyrrverandi maka. Samhengið stjórnar því algjörlega hvernig þetta túlkað. Svo má ekki geyma því að það eru talsverð landamæli á milli bandarískrar og breskra ensku þegar kemur að mörgum svona frösum.
Til dæmis, ef lýsa á því að eiga í góðu og uppbyggilegu sambandi við vinnufélaga, myndu Bandaríkjamenn örugglega segja get along with, en í Bretlandi væri hins vegar sagt get on with. Þetta á líka við það sem við lökkum til, þetta hefbundna look forward to. Í Bandaríkjunum hlakkar fólk til að fara í vacation en á Bretlandseyjum hlakkar fólk til að fara í holiday, þannig að það er algjörlega líkilatriði að hafa þennan blærinni mun í huga. Allt eftir því hvar í heiminum maður er stattur eða við hvern talað. Færum okkur þá yfir í fjórða hluta þar sem break, call og carry munu koma við sögu. Tökum nú eftir því hvernig þetta mynstur getur verið haldaldið óvænt. Við erum með nákvæmlega sama orðasambandið, breakdown, en notkunin á því gæti eiginlega ekki verið ólíkari. Öðrum megin er verið að lýsa því þegar vélið að tæki bélar, hreinlega gefur upp öndina á miðjum vegi. En svo hinum megin er nákvæmlega sami frasi notaður yfir mannlega hegðun og líðan, eins og þegar einhver brotnar alveg niður, missi stjórn á tilfinningum sínum og fer jafnvel að gráta. Sami tveggja orðafrasin nær bæði yfir vélrænt tjón og skyndilega mannlega tilfinningaútrás. Það er einlega frekar magnað. Og til að sýna svart á hvítu hversu viðkvæm og breytilega þessi orðasambönd í raun, sjáum við hér hvað gerist við smávægilegar breytingar. Ef við einfallega skiptum út orðinu down fyrir up, þá gerist eitthvað mikið. Merkingin tekur 180 gráðu snúning og fær allt annað hlutverk. Að break up vísar nefnilega alfarið til þess þegar fólk hætti saman og rómantísku sambandi er slítið. Þannig það aftur, þetta litla smóorð aftast sem stjórnar algjörlega ferðinni. Nú skulum við kíkja á call og carry fjölskyldurnar. Þær koma rosalega oft fyrir og bjóða upp á alveg gríðarlega hagnýta nálgun í daglegu tali. Við notum til dæmis call off til að aflýsa einhverju sem átt að gerast, eins og fundi sem frestast eða viðburði sem er blásin af. Og svo við carry on, sem er alveg bókað einn þekktasti frasi sem til á ensku. Hann þýlir í stuttumáli bara alda sínur streiki, halda áfram að gera nákvæmlega það sem verið var að gera. Þetta passar auðvitað alveg fullkomlega við þetta heimsfræga breska slagorð, keep calm and carry on, eða vertu rólegur og haldi áfram. Komum þá að 5. og síðasta hlutanum, sjálfur í gullnureglunni, sem er í raun stóri lykillinn hérna. Ok, til þess að ná alvöru tökum á öllum þessum sagnorðasamböndum og loksins opna dyrnar að þessu eðlilega náttúrlega flæði á ensku, verðum við að ræða stóru lausnina. Þessi gullna regla, hún er eiginlega kjarnin í öllu því sem við erum búin að fara yfir í dag. Aðalatriði er að reyna ekki að hugsa þessar samsetningar sem einhverjar stærðfræðiformúlur. Þar sem 1 + 1 jafngildir alltaf 2. Nei, alls ekki. Allra besta leiðin er einfallega að umfæma þessi tveggja orðasambönd nákvæmlega eins og þau séu algjörlega ný, sjálfstæðu orð. Bara leggja þau á minnið sem slík. Að geta skilið og nota þessa frasa af öryggi er raunverulega það sem mun láta enskuna hljóma eðlilega og áreynslunast. Þetta eru bókstaflega bestu vinir allra sem vilja ná svona alvöru djúkum tökum á tungumálinu. Nú þegar þessari yfirferð er að ljúka, er pottþétt áhugavert að staldra aðeins við og pæla í einu. Sko, ef venjulegar og sára einfalda sagnir, sem allir þekkja upp á hár, geta stökkbreyst svona og falið í sér allskins flóknar og framandi merkingar, bara með því að smella einu litlu stefnuorði aftan við þær, hvað annað gæti verið að leynast í tungumálinu? Hversu mörg önnur svona algeng hversdagsorð gætu verið að fela glæni í hugtök sem bara bíða þess að vera sett saman á réttan hátt? Þetta sýnir okkur algjörlega hversu lifandi og fáranlega dýnamískt tungumál getur verið. Kæra þakkir fyrir að fylgast með í dag og kafa ofan í þetta heilandi efni með okkur. Og munið, málfræði þarf alls ekki að vera þurr eða leiðileg, hún er stundum bara stórt og mjög skemmtilegt púsluspil. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.